Hæ, sorry, ég var að klára þetta og þetta tók mun lengri tíma en ég held og þegar ég var veikur og svona og þetta ekki það besta sem til en ég ætlaði bara að segja sumt sem ég glemdi að minnast að þegar ég var að taka upp að þetta meira svona podcast, þú getur hlustað á þetta bara eins og þú vilt en þú veist, eins og sér þá alveg myndefni hérna í bakgrunninum og það verða tilvísanir í neðra vinstra horninu svona þarna og síðan verður heimildaskráin í lýsingunni af því að ég ætla að setja þetta á YouTube. Já, þetta svona allt. Ég ætla bara að segja sorry fyrir að skila þess aðeins seint. Ég held að það væri sunnudagur en ég var með veikan næturgest. Ég var að passa litla frænda minn daginn sem að hæði svolítið á. En það munar ekki miklu. Alls ekki. Ok, þetta var allt sund. Hrím bók eftir Hildi Knútsdóttir. Hrím var gefin út árið 2023 af Forlaginu og teiknaði Heiða Rafnsdóttir kápuna. Ég minnist á Heiði því ég elska kápuna og ég dæmi oftast bók eftir kápunni. Þannig að það kápan var góð mjög skemmtilegt. Ég þarf í staðans að fjalla söguna en sagan gerist á Íslandi á hver veit hvaða tíma. Aðalpersónan okkar, hún Jófríður, býr á Mývatni ásamt skaranum hennar. Og í þessum heimi eru hættulegar skepnur og tækni hvergi sjáanleg. Það virðist heldur ekki vera nein samskipti né ferðir á millilanda sem lætur mann aðeins pæla hvernig þessir Íslendingar komust þangað til að byrja með. Lífið í þessum heimi mjög árstíðabundið. Á vorin og sumrin fara skararnir í sumarbúðir að safna birgðum fyrir veturinn. Eins og Mývatnssveit sem safnar haðnautaull sem mýksta og hlýjasta ullin sem til Á haustin hittast allir skararnir í Húsavík og skiptast á hráefnum og hafa gaman í 1 mánuð eða 2. Síðan í veturnar fara allir í vetrarbúðir og sitja inni eiginlega í 4 mánuði og gera ekkert. Jófríður á vinkonu sem heitir Eirfinna og besta vin sem heitir Bresi. Bresi vill hins vegar vera meira en bara bestu vinir. Haustið hittir Jófríður strák að nafninu Suðri. Jófríður verður náttúrulega bara strax skotin í honum og hann henni. Þau verða mjög lágvítaví út haustið á meðan Bresi fúll og hunsa Jófríði. Á meðan allt þetta að gerast þá pabbinn og Jófríðar rosa veikur. Og vegna þess að pabbi Jófríðar þessi hefðbundni karlmaður og á ekki að sýna veikleika og svona, þá segir engum frá þessu af því að hann hélt að þetta væri ólæknanlegur sjúkdómur. Kemur síðan í ljós að manneskja í skaranum hans Suðra á lyf fyrir þessu. Þannig að það rétt svo reddast. Yey! Síðan þegar nær dregur að haustlokum þá fara allir kennimenn skaranna saman og fundum það hvenær fólkið ætti að fara að leggja á sig í vetrarbúðirnar. Það valið og síðan fara allir skaranir aftur heim en því miður þá höfðu kennimennir rangt fyrir sér og byrjar að snjóa á miðri heimleið og því miður þá lendir Mývatnsskarinn í árás frá hrímsvelgjunum. Hrímsvelgjirnir drepa svona helminginn á saurfíðinu og einnig lærling Karka sem kennimaðurinn. Og vegna þess að Karki ekki með einn annar lærling, þá bullar hann í skaran að Jófríður kennikona, eða verði næsta kennikona. Og því miður þá fer þetta ekki vel í Jófríði, enda vill hún þetta ekkert. Í vetrarbúðunum þá myndast meira vesen fyrir Jófríði af því að á meðan hún þarf að þykjast vera lærlingur Karka, þá neyðist hún líka til þess að velja á milli Suðra og Bresa. Bresi segist að næsta haust ætli hann að fara með öðrum skara í vetrarbúðir ef að hún kýs að vera með Suðra. Mývatnsskarinn heldur áfram að vera óheppinn því að hrímsvelgjirnir hafa ákveðið að hætta sér út á ísinn og gera árás á vetrarbúðirnar. Hrímsvelgjirnir hefðu líklegast drepið alla ef að Jófríður hefði ekki verið vakandi og heyrt Vemblu, refinn hans Karka, góla vegna hrímsvelgjanna.
Þau lifa þetta af með naumindum og þegar þau koma tilbaka sjá þau að hrímsvelgirnir hafa eyðilagt lyfin hans Karka. Og þar sem að Karki mun líklega deyja áður en sumri kemur ef hann fær ekki þessi lyf, þá ákveður Jófríður að hætta sér út og labba alla leið að Ljósavatnsskarnum, þar sem að Suðri og læknirinn með lyfið eru staðsett. Á leiðinni til Ljósavatns rekst Jófríður á hrímsvelg, en er sagt að allir þeir sem sjá hrímsvelg með eigin augum lifa það ekki af. Hins vegar þá er Jófríður með svipunar að baki sér, sem eru þessar hulduverur eða raddir sem tala við kennimennina. Þegar Jófríður er loks komin til Ljósavatns þá ákveður hún að vera þar í 3 daga og á þessum tíma talar hún við Suðra og hugsar sjálf að hún ætli að taka pásu á strákamálum vegna þess að fyrr þá hélt hún að hún gat ekki heyrt í svipunum. En þegar hún hittir hrímsvelgina þá heyrði hún í þeim og núna fattar hún að hún þarf að vera næsta kennikona. Þannig að hún slítur sambandi með Suðra og segir honum að hún þarf svolítinn tíma og að ekki bíða eftir henni. Sagan endar á því að Jófríður kemur heim og gefur pabbanum sínum lyf og þau fara saman upp á fjall til að tala við svipunar. Þar ákveður Jófríður að hætta að pæla í þessum strákamálum og bara hugsa að verða kennikona. Aðhluturinn sem vildi fjallum eru dýrin í sögunni, af því að í byrjun bókarinnar rekst Jófríður á hafnaut og lifir það af. Þetta lét mig halda að þetta yrði svona óvætta og ævintýra saga meira heldur en rómans, þannig að ég ákvað að byrja bara að glósa niður alls þar sem dýr koma fram og síðan fjalla þau í verkefninu. En síðan þetta var þetta algjör ástarsaga milli Suðra og Bresa og þú veist bara bleh. Ok, byrjum á hafnautum því að þau eru svona ástæðan af hverju ég ákvað að gera þetta. Hafnautin er í raun risastór hvít naut með mýkstu ull sem til er. Augun hafnautana eru á stærð við mannhaus og hornin breiðar en læri og þau eru mögulega með bláa tungu, en það geta verið eftir berin, ég er ekki alveg viss. Ef við skoðum venjulega stærð augna hjá kúm sjáum við að þau eru 3 cm lengd og meðalstærð hausa á konum eru 55,75 cm. Þetta þýðir að augun á hafnautum eru 18,5 sinnum stærri en á venjulegum nautum. Ef við notum þessa stærð getum við reiknað með því að hafnaut eru 20 metrar að hæð. Svona stórar kýr hljóta þurfa að drekka ótrúlega mikið af vatni og borða ótrúlega mikið, en virðist Hildur samt hafa gert ráð fyrir þessu með því að staðsetja hafnautin í berjamóm og við ár. Ef við pælum í því hvernig nútíma samfélag myndi hagnýta sér hafnautin, þá myndi við svo sannarlega safna ullinni fyrir fatnað og mögulega hafa kjötvinnslu í kringum það. Vandinn við þetta samt hversu mikið pláss hafnautin þurfa og spurning hvort það er hagnýtt að hafa hafnaut í staðinn fyrir venjulegar kýr. Ég persónulega er skítræddur ef ég fyndi svona kú út í náttúrunni. Ég meina, hefurðu séð muninn á stærðinni? Þetta eru risadýr og þau gæti bara nartað í þig, bara eins og eitthvað ber. Ok, hrímsvelgir, stórir, hættulegir, bara vetur til, fara ekki út á ís, já. Þegar Jófríður hittir á úti þá fáum við lýsing á þeim, en hrímsvelgir eru stór, löng, hvít, loðin dýr með hárlausar fætur og andlit, gráa húð, beittar tennur og svarta klofna tungu. Því miður er ég ekki með eins nákvæmlega lýsingar á hafnetinu, en ég vil ímynda mér að hrímsvelginni séu líklega sem 7 metrar á hæð, vegna þess að þeir geta eyðilagt hús og þeir mega ekkert vera of stórir því að þeir virðast ekkert geta farið hratt yfir og nýta hvítafeldin í að læðast upp á manni. Þannig að meira en 7 metrar, rosa ólíklegt. Hrímsvelgirnir eiga eiginlega engan stað í nútíma heiminum. Ég held að stjórnvöld myndu bara vilja útrýma þeim eða þá setja þau bara í einhver búr og ég held að það mesta sem við myndum gera með hrímsvelgi er að hafa það í dýragörðum, en finnst mér það full hættulegt svona við stærð og hversu hættulegir þeir geta verið. Ég persónulega er skítræddur við hrímsvelgi og ég meina ég hef ekki séð teikning af því.
En Hildur svo góð að lýsa þessu að ef þetta dýr væri til í álfunni þá maður skítræddur það. Sérstaklega hér á Íslandi þar sem að snjór kemur alveg pottþétt þá vetri til og með svona hvítan feld mjög óþægileg tilfinning að hugsa að hrímselgir gæti bara verið handan við hornið. Lax með betri fiskunum til að borða finnst mér, enda ég ekkert mikið fyrir hvítan fisk, en laxinn í heimi Jófríðar 2 fullorðnir menn að lengd. Þessir laxar víst gríðarlega gætnir á svæðinu sem þeir hafa merkt sér, þannig að þeir gera hiklaust ára saman. Venjulegir laxar 86,5 cm að lengd, sem gerir laxan í heimi Jófríðar 4 sinnum lengri en laxar raunheimsins. Þetta þýðir að laxinn getur líklega náð upp í 25 kg á þyngd og myndi því lax vera mun ódýrari og algengri í búðum nú til dags, en ætli fiskvinnslubúnaður þyrfti ekki aðeins að breytast, þó að ég ekki í sjóiðnaðinum, þannig að ég get ekki sagt til það. Ég, eins og margir, ekki spenntur fyrir sjónum vegna hættunar sem á honum fylgir, en mér oftast ansið sama læki, en það að lax á stærð við lítinn hákarl getur leynst í vatninu óþægileg tilfinning og myndi ég líklega halda mig frá lækjum ef svo væri.